1 af hverjum 100 börnum skaðast vegna þess að móðirin hefur neytt áfengis á meðgöngu. Þá getur jafnvel lítil drykkja leitt til námserfiðleika og andlegra truflana. Brynja Þorgeirsdóttir ræddi við einn helsta sérfræðing landsins málið. Skaðinn sem áfengisneysla móður getur valdið ófæddu barni hennar getur orðið mjög mikill. Sé áfengis neytt á fyrstu vikum meðgöngu getur það komið fram sem vansköpun í andliti eins og hér sést. Barnið lítið vexti og jafnvel greindarskert. Áhrifin eru önnur þegar áfengi drukkið á seinni hluta meðgöngu. Þá eru afleiðingarnar oft námserfiðleikar, hegðunarvandamál, minnisvandamál, athyglisbrestur og ofvirkni og þessar afleiðingar þær eldast aldrei af barninu. Þetta eru afleiðingar sem barnið þarf að lifa við alla ævi. Sólveig segir að komið hafi í ljós að tíðni þessara einkenna hærri í þeim löndum þar sem áfengisneysla meiri. Rannsóknir í Bandaríkjunum og Svíþjóð hafa sýnt að það bil 9 af hverjum 1000 börnum bera þessi einkenni og ekki óvarlegt að ætla að því sama eigi við hér á landi. Margir standa ranglega í þeirri trú að þessi skaði sé bundin við ofdrykkju, en rannsóknir hafa sýnt ótvírætt að lítil eða hófleg drykkja getur einnig valdið alvarlegum skaða. Það hefur verið sýnt fram á það að svokölluð hófdrykkja, hún veldur líka skaða. Og það er ekki vitað neitt örugt mark sem óhætt að neyta. Verðandi mæður eru því eindregið varaðar við að neyta áfengis bæði á meðgöngu og meðan barnið á brjósti.